Já, komið þið sæl og blessuð. Arnar Snær Gunnarsson heiti ég og ég hérna kominn til að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt í vélstjóranum. Og það fjallar rannsókn á virkni og fýsileika trompe. Og við komumst nú að því hvað það þýðir eftir smástund. En það sem kannski rétt að taka fram það sem ég meina með fýsileika það hvort það sé eitthvað vit í að nota þessa tækni í dag. Nú, markmiðin með þessu voru þau að eins og ég sagði áðan, rannsaka virknina, sjá hvernig þetta fyrirbæri vinnur, hvernig þetta virkar, hvað það gerir og af hverju það gerir það sem það gerir. Svo langaði mig að rannsaka fýsileikan, eins og ég kom inn á áðan. Það að segja hvort þetta sé bara fyndið og skemmtilegt eða flott, eða hvort þetta sé í raun og veru nothæft í nútímanum. Og þá sérstaklega með tilliti til umhverfisvænna lausna eða sparnaðar fjárhagslegs. Nú, einnig langaði mig að prófa að kynnast vísindalegum rannsóknum og prófa að hanna mína eigin rannsókn og fylgja þessum vísindalegu reglum sem maður þarf að fylgja í svona rannsóknum. Og svo það síðasti punkturinn sem líka svolítið skemmtilegur finnst mér að það að nýta söguna. Því að ég tel að það sé fullt af fyrirbærum í sögunni sem hafa fallið í gleymskur og hætt í notkun því þau þóttu ekki virka eða voru ekki nógu nytsamleg þá eða í dag, en eru kannski nógu nytsamleg þegar við beitum nútíma tækni á fyrirbærin. Nú, en hvað svo þetta trompi? Þetta ekki blásturshljóðfæri sem ég skrifaði vitlaust, ég get allavega að byrja að segja ykkur það. Þetta vatnskrúin lofttappa og sem alveg aldagömmul tækni og var upphaflega notuð til þess að leysa físibelginn á hólmi í ákveðinni tegund af járnsmiðju. Og svo var hún endur uppgötvuð árið 1910 af manni sem hét Charles H. Taylor, en hann smíðaði og hannaði þessa virkjun hérna. Og ég ætla að koma aðeins betur inn á þessa virkjun eftir augnablik, en þetta mjög einfalt fyrirbæri. Þetta eiginlega alveg heimskulega einfalt. Það að vísu svolítið flókið að áætla hver loka þrýstingurinn verður. Það að segja að reikna það með einhverju nákvæmni. Við getum sirkað það og svo stillt það inn, en það mjög erfitt að reikna það og fá einhver föst gildi út úr því. En afkastagetan á þessu fyrirbæri hérna var alveg gríðarleg. Við erum að tala um það að þessi græði hérna, hún framleiddi þúsundir af rúmmetrum á lofti undir 8,6 börum á mánuði og þeir seldu þetta þrýstiloft til náma í nágrenninu, 12 alls minni mig, og seldu þetta þrýstiloft og sendu það 40 km leið. Þannig að allt þetta þrýstiloft þurfti að fara 40 km löng rör til notenda. En svo ég útskýri svona lauslega hvernig virknin á þessu þá það bara þannig að hérna kemur vatn inn, fellur niður þetta fallrör og vatnið dregur með sér loft hérna niður. Og svo rennur vatnið hérna eftir þessu skilröri og loftið skilur sig frá vatninu, fer hérna upp rörið til notanda og vatnið fer svo bara í affall og út. Nú, rannsóknin sjálf, hún snerist aðalega þrennt. Nú, mæla afkastagetuna. Það að segja hversu mikið af lofti á mínútu við getum framleitt með þessu og því næst kanna nýtnina. Það að segja hversu mikið vatn á hvern lítur af lofti við getum framleitt með þessu fyrirbæri. Og svo það síðasti punkturinn sem svona dálítið skemmtilegur. Það að skoða þróunar möguleikana. Það að segja, hægt að taka þessa tækni sem svona gömul og svona þekkt, hún náttúrulega ekki mikið þekkt, en þessi gömlu tækni og endurbæta hana og nýta hana í nútímanum. Og hérna má sjá mynd af því hvernig ég setti upp
tilraun. Hérna flæðimælir og vatn rennur hérna inn og fer svo í þjöppuna og ég ætla að útskýra aðeins betur virknina hjá mér eftir augnablik. En hérna frumgerðin og hérna, nú skal ég útskýra þetta almennilega, sko, hérna kemur vatnin gulu slönguna og það fer inn í þetta T hérna og af því að það kemst ekki neitt, þá fer það nema bara niður, þá fer það niður og það rennur yfir, ef við sjáum hérna endan á þessu rauðu rörum, það eru loftrörin sem liggja svona um það bil hingað, svona aðeins fyrir neðan únjónin. Og við það að vatnið rennur hana framhjá, þá myndast undirþrýstingur og loftið sogast inn með þessu, fer í skilrörið, skilur sig frá vatninu, safnast saman í þessu lóðréttaröri hér, sem að ég kýs að kalla þjapprörið og fer svo í þennan ágæta olíukút sem að ég reyndar hættur að nota, en svo fer vatnið bara út þetta affallsrör. En þetta rör hérna, það í rauninni grunnurinn af virkninni á þessu. Í fyrstu tilraunum þá kom það í ljós að ef þetta ekki rétt á hæðina þá bara virkar græjan ekki. Og það vegna þess að það að ýta vatninu hérna upp myndar mótþrýsting við vatnið sem dettur niður hér. Og það í rauninni sú virkni sem þjappar saman loftinu. Nú þetta nei, býtum við, nú fyrir ég vilt sátt. En þetta hérna öflugasta útgáfan sem ég smíðaði af þessari þjöppu. Og hér ég búinn að hækka fallrörið upp í 2 metra og bæta við sverara skilröri. Og glöggir taka eftir því að hér komin kúluloki. Og svo náttúrulega bara þjapprörið eins og það En, býtum við. En já, þetta var öflugasta útgáfan. Ég skal segja ykkur hvernig niðurstöðurnar voru af henni eftir augnablik. En varðandi þennan kúluloka hérna, þá komst ég að því að ég þarf faktist séð ekki að hafa fallrörið eins og það Ég þarf bara að hafa einhverja mótstöðu. Það þarf bara eitthvað að vera hérna sem að myndar einhvern mótþrýsting við vatnið. Og svona til þess að redda sér og að því að ég vildi nú ekki eyða of miklum peningi í þetta, þá hirti ég bara úr ruslinu gamlan kúluloka og með því að hafa hann ákveðið mikið eða lítið opinn, þá fæ ég fram sömu virkni. En auðvitað væri miklu betra að vera annarkvort með fasta þrengingu eða nálaloka eða einhvers konar stillanlega loka heldur en einhvern gamlan kúluloka. Og hérna svo sýniseintakið sem hérna úti hjá okkur á Vélstjórn og ég ætla að sýna þeim sem vilja virknina á eftir. Og ég vildi frekar sýna ykkur þessa útgáfu þó hún sé ekki alveg öflug vegna þess að eins og sjáu þá eru glær rör hérna hingað og þangað á tækinu og það sýnir bara svo vel virknina að það miklu skemmtilegra að skoða þetta heldur en hitt. Nú niðurstöður þessar rannsóknar eru þessar. Sko, það ber að hafa í huga þegar við skoðum hérna þessa tölu hérna, hagkvæmnishlutfallið, 2,89 lítrar af vatni fyrir hvern 1 lítur af lofti, að þetta ekki línulegt. Það að segja, þegar við þjöppum saman lofti, þá verður alltaf erfiðara og erfiðara að tróða þið inn í rýmið sem við erum að setja þið inn í og þess vegna hægist á framleiðslunni eftir því sem að þrýstingurinn í kútnum hækkar og þá fellur þetta hagkvæmnishlutfall. Nú mesta loftframleiðslan var 7,82 lítrar á mínútu sem að ég myndi segja væri nú bara nokkuð gott með svona litla græju. Og allar mælingar, bara taka það fram, allar mælingar eru mældar út frá ákveðnu þrýsting sem 0,045 bör. En ástæðan fyrir ég valdi þann þrýstingin einfaldlega svo að það hámarksþrýstingurinn á fyrstu tilrauninni. Einfalt að miða við það. En mesti þrýstingur sem ég náði var 0,19 bör sem dálítið merkilegt þegar það 95% af vökvasúluþrýstingi vatns sem 2 metra djúpt. Fyrir þá sem ekki vita þá ef þú ferð meter ofan í vatn, sama hversu mikið vatn það þá hækkar þrýstingurinn á þig 0,1 bar. Þannig að
þarna er ég búinn að búa til ökosöluþrýsting sem er 0,2 en ég næ að nýta 95% af honum. Nú, það eru miklir möguleikar á að þróa þessa þjöppu áfram. Ég ætla nú kannski ekki að fara mjög djúpt í það, en eins og ég sagði áðan þá setti ég þarna kúluloka í staðinn fyrir affallsrörið, og það væri hægt að setja, eins og ég sagði áðan, fasta þrengingu eða stillanlega þrengingu. Aðalmálið er að það þyrfti eiginlega að vera hreint flæði frá affallinu með eins litlum svona eyðumyndunum og hægt er. Því ég held að það sé pínu truflandi fyrir hana ef það er mikið kavitasjón og eykur náttúrulega bara viðhald og svona. Og þar að ekki, þá er hægt að nýta affallið í raforkuframleiðslu. Það er að segja ef að græjan er nógu stór og þrýstingur er nógu mikill, þá er hægt að nýta affallið, bununa frá affallinu í að knýja Pelton-túrbínu eða Crossflow-túrbínu eða í rauninni svona, já, allavega klálega þær tvær tegundir. Og svo er hægt að nýta þetta rafmagn bara í að keyra stýringar eða inn á net eða bara hvað sem mönnum dettur í hug. Já. Og að lokum þá langar mig að þakka Norðurorku fyrir að gefa mér þennan aflagða vatnsflæðimæli, og að sjálfsögðu vil ég þakka Slippnum kærlega fyrir þeirra stuðning. Og ég mæli með að fólk skoði það ef það veit ekki hvað að gera í sumar að fara og sækja í Slippnum. En ef það er engar spurningar þá vil ég bara þakka kærlega fyrir mig.